Mér finnst rosalega hollt að horfa 15 til 20 ár fram í tímann og spurja bara hvernig ætla ég að skila bænum, hvernig í hvaða ásigkomulagi á Garðabær að vera eftir þennan tíma og þá mikilvægt að það sé einhvers konar fjárhagsleg sjálfbærni, að við vitum það að við skilum keflinu áfram þannig að þeir sem taka við þurfi ekki að byrja á því að einhvern veginn að núllstilla og segja, herðu, býtu nú við þurfum að fara hér í eitthvað fjárhagslegt átak. Hér eru hlutirnir ekki í lagi. Við höfum rosalega ábyrgð í því að krakkar upplifi aga í skólakerfinu og ég viðurkenni það fúslega, það vantar svolítið upp á það. Ég get ekki skellt skuldinni á skólastjórnendur og kennara endilega einhlíði því, ég held að það væri mikil einföldun. En þetta er svona samfélagslegt verkefni og ég held að við þurfum að gæta því mjög vel núna í núinu og á næstu árum að við setjum krakka undir eðlilega pressu. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. Almar, hvað segirðu gott? Ég segi gott. Það ekki? Jú. Lífið að fara vel með þig? Já, bara mjög vel. Það ekki? Lífið er alltaf gott þegar að byrja aðeins að birta, það hjálpar. En svo eru bara verkefni skemmtileg. Lífið betra í Garðabæ heldur en öðrum sveitarfélögum? Já, mér finnst það náttúrulega. Það gengur vel hjá okkur og við erum ótrúlega ánægð með það að íbúarnir eru að svara vel því sem við erum að gera. Það skiptir miklu máli. Rekstur sveitarfélags í grunninn frekar einfaldur. Auðvitað er þetta ekki fyrirtæki en þetta snýst þjónustu númer 1, 2 og 3. Íbúanum þarf að líða vel og íbúarnir þurfa að hafa tilfinningu fyrir því að við séum að gera hlutina sem þau biðja okkur um að gera. Í rauninni hvorki meira en minna. Það er ágætt kannski að bæta því við. Hvað þið eruð alltaf ásakaðar það að vera bara silfurskeiðin og að vera bara fyrir ríka fólkið og að reyna að halda einhverjum jaðarhópum út úr sveitafélaginu og þið nennið ekkert að sinna neinu öðru heldur en bara alvöru fólki með alvöru pening. Hvernig er það svoleiðis? Er það rétt? Já, við getum náttúrulega kannski byrjað að svara þess að segja, alvöru fólk með alvöru pening eins og orða það. Þetta fólk er bara velkomið í Garðabæ. Við erum bara ánægð að geta tekið á móti þessu fólki, en við tökum á móti öllum skalanum. Og Garðabæri er miklu fjölbreyttara samfélag heldur en fólk vill vera að láta í opinberu umræðu. Þetta er nú aðalega fólk sem að velti fyrir sér hvort að þetta fólk hafi komið í Garðabæ sem að fjalla svona okkur. En við erum auðvitað töluvert fjölbreytt samfélag, við rekum bara öfluga velferðarþjónustu eins og bara skylda hvers einasta sveitafélags. Þannig að, og ef við horfum til dæmis á uppbyggingu okkar varðandi málaflokk fatlaðs fólks, bara sem dæmi, við erum að byggja upp búsetukjarna og tryggja húsnæðismál þessa mikilvæga hóps hjá okkur. Þannig að við skorum ekkert undan þessu. Við erum bara ánægð með all okkar íbúa og auðvitað er Garðabær sögulega þannig sveitafélag að það hefur verið mikið af sérbýli hjá okkur. Við erum hrifin af því og viljum halda hlutdeild þess góðri. En að öðru leyti snýst þjónustan bara að þjónusta alla og það þarf ekkert annað en að lesa okkar ársreikninga, þá sér fólk hvernig velferðarþjónustan hvað hún kostar hjá okkur. Og það er vegna þess að hún til staðar, burtséð frá því hvað ýmsir aðrir halda fram. Byrjum kannski bara á eftirspurn eftir húsnæði. Ég er búinn að ræða það mikið núna síðastliðna mánuði. Ræddi við Sigur Stefánsson vinn minn sem er mitt í þróunarfélagi í Kópavogi og hefur verið svona að láta þessi mál sig varða. Hefur mikil áhrif, hann er að horfa á þetta svolítið breiðum grunni, hefur miklar áhyggjur af öldrun þjóðar og fleira. Og ég hef verið að velta fyrir mér út af nefni sérbýlið. Og ég hef verið svona að pæla í þessu út af því núna er rosalega mikið búið að vera ýta eftir þéttingu og mér hugnast það ekki. Ég skil í sambandi við kostnaðarliðina að það getur borgað sig að einhverju leyti, en svona félagslega þá núna þegar fólksfækkun er að eiga sér stað og fæðingartíðinni fer lækkandi, að þá hljótum við að hugsa það hefur eitthvað að gera með húsnæðisliðin. Og við höfum verið að fjarlægast alfarið bara eins og Hermann Nökkvi talar í Reykjanesbæ, þar þeir bara að byggja fjölbýli, þrátt fyrir það að vera með mikið landsvæði til þess að koma til móts við hópa sem að vilja búa í sérbýli og þá taka betur utan fjölskyldur. Er þetta eitthvað sem að þið hugið að í Garðabæ?
Já, já, við gerum það svo sannarlega. Í fyrsta lagi þá hefur auðvitað verið mjög mikil uppbygging í bænum og þá nefni ég eitt af því sem við pössum alltaf upp á er að uppbyggingarhraðinn sem er töluverður í Garðabæ, meiri í Garðabæ heldur en hjá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu, Hafnarfjörður en aðeins að gefa í allra síðustu tíð, að þá skiptir ótrúlegu máli að þjónustan haldi. Þegar þú byggir upp sveitarfélag þá verður þjónustan að fylgja með, ekki bara fyrir nýju íbúana sem við höfum nú lagt áherslu á, heldur líka þurfa þeir sem fyrir eru að finna fyrir því að sveitarfélagið breytist ekki í þjónustu fyrir þá sem fyrir eru. Svo getum við farið í þetta mix af húsnæði og ef þú horfir á hverfið okkar nýja Urriðaholt sem er alltaf því að verða fullbyggt núna, búið að vera verkefni hjá okkur í 15-20 ár, og þannig það þrátt fyrir að svona einhverjir sem að vilja búa til plön segja að þetta geti tekið langan tíma, það búa ríflega 4.000 manns í Urriðaholti og þetta tekur bara dágóðan tíma. En þar erum við með fína blöndu, það er töluvert af fjölbýli og þegar þú horfir á Urriðaholt úr fjarlægð þá sérðu fjölbýlishús. En þegar þú keyrir í gegnum hverfi þá sérðu frábær einbýlishús, þú sérð rað og parhús og auðvitað fjölbýli og þar leggjum við bara áherslu á að gæðin í hverfinu og það er það sem við viljum standa fyrir uppbyggingu séu næg. Hvernig mæluru gæði? Það geta verið náttúrugæði í kring og Garðabær er með ótrúlega góða stöðu í þessu. Við getum byggt á mjög flottum stöðum sem skiptir máli. Þú getur pælt í bílum. Eru bílastæði? Já, við pössum upp á það. Okkur þykir það skipta máli að íbúarnir hafi aðgengi að bílastæðum og í almannarýminu líka, ekki bara undir fjölbýlishúsum ef það á við. En varðandi sérbýlið þá liggur það þannig í spilunum hjá okkur núna. Við erum til dæmis að fara í 2 mjög öflug verkefni. Annað er Hnoðraholt suður, og nú reynir nú á landafræðina hjá fólki. Hnoðraholt er hæðin sem að er gengt Vífilsstöðum, í rauninni Kópavogsmegin í Garðabæ, ef ég má orða það þannig. Og þar er suðurhlíð sem blasir við öllum og fólki í áratugina hefur verið að spyrja okkur, hvenær ætlið að byggja þarna? Þetta er spennandi. Og núna líður að því að við förum í skipulag á þessum reit og þarna verða það bil 300 sérbýli þegar allt er talið. Og svo er það sami upp á teningum á norðaverðu Álftanesi, Norðurnesi svo kölluð, að þar erum við að fara að fjölga sérbýlis valkostum, einhver ríflega 100 viðbótar einingar, raðpar og einbýlishús sem bætast þarna við. Og sögulega er Garðabær, ég bý til dæmis á Flötunum sem er nú líklega svona frekar típist gamalt garðbæst hverfi, einbýlishús, raðhús, engin fjölbýlishús og þannig var þetta, svo hefur bærin þróast og, sem er auðvitað mjög mikilvægt, þarfir fólksins hafa breyst. Það er töluvert af þeim fjölbýlishúsum sem eru risin í Garðabæ sem að sumir myndu segja að stappi nærri því að vera einhvers konar luxus, ég myndi ekki nota það orð, en ég veit að það eru gríðarleg gæði í þessum húsum og mér finnst það skipta máli, við bjóðum fólk velkomið í bæinn sem vill gæði í sínum húsum, en við erum líka mjög ánægð að sjá það að það er bara fín dreifing, hversu stórar eru íbúðir í fjölbýlishúsum, er þetta 2 herbergja, 3, 4 herbergja og allt þetta og samfélag þarf að spila þessu fram og við sjáum þetta líka í tölunum að fjölskyldufólki flykkist í Garðabæ. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsur sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, mér langar líka aðeins að skilja hvaða hugmyndafræði það sem að rekur þið áfram. Ég var að hlusta á Villa Árna, hann var á Samstöðinni ásamt einhverjum fleirum. Held að hafa verið á sunnudaginn. Og þá segir hann eitthvað á það leið að fólk út á landi og er þá að vitna í fólk á Vestfjörðum. Hann segir að fólk almennt vill bara að heita vatnið renni, rafmagnið sé í lagi, samgönguna séu bara þokkarlegar, náttúrulega erfitt með Vestfjörði, þeir eru erfitt svæði til þess að viðhalda góðum samgöngum. En ef að þetta þrennt eða fernt er í lagi, þá viljum við bara vera látin í friði. Og ég hugsaði, ég held að þetta sé ekkert langt frá því sem bara flestir vilja. Og svo byrja ég að hugsa, en af hverju er það ekki þannig á höfuðborgarsvæðinu? Það er bara út af því að það mæti einhverjir vælukjóar
í hvern einasta fréttatíma allan liðlangan daginn og kvart yfir því að það sé ekki til sér úrræði sem að grípur þá sérstaklega. Ég að velta fyrir mér. Hvaða hugmyndafræði það sem að rekur það áfram? Ég gerir ráð fyrir því að þú sért hægri maður út af því að þú ert Tjalli. En sko, þegar ég fer með þessar hugleiðingar, hvað það fyrsta sem þú hugsar? Það fyrsta sem ég hugsa svona módelið okkar, já, og ég hægri maður og við trúum á það að það þarf að vera sjálfbærni í fjármálum. Og þá það kannski 2 þættir sem skipta máli. Þú þarft að eiga áður en þú eyðir og við höfum í gegnum tíðin að passa upp á þetta og tekið það alvarlega. Rekstur sveitarfélagsins þannig að stundum ertu ekkert að horfa mjög langt fram í tíman, hvort sem það nú rétt eða ekki, að þá æxlast þetta svolítið þannig. Það eru verkefni fyrir fram að því sem þú þarft að leysa til 1 til 4 ára eitthvað svoleiðis. Hefur raunverulega ekkert með kostningar að gera, heldur meira bara að verkefni vinnast þannig. Mér finnst rosalega hollt að horfa 15 til 20 ár fram í tíman og spurja bara hvernig ætla ég að skila bænum, í hvaða ásigkomulagi á Garðabær að vera eftir þennan tíma. Og þá mikilvægt að það sé einhvers konar fjárhagsleg sjálfbærni, að við vitum það að við skilum keflinu áfram þannig að þeir sem taka við þurfi ekki að byrja á því að einhvern veginn að núllstilla og segja, herðu, býtu nú við þurfum að fara hér í eitthvað fjárhagslegt átak. Hér eru hlutirnir ekki í lagi. Þannig við höfum lagt áherslu á þetta. Við höfum líka lagt áherslu á það að rukka hóflega, útsvar í Garðabæi lægra en víðast hvar annars staðar. Við höfum verið að lækka fasteignaskattana mjög myndarlega. Þetta partur af módelinu og svo kannski 2 aðrir þættir sem við höfum lagt mikla áherslu á og þessi lýsing þín nefnilega svolítið skemmtileg. Auðvitað mannskepnan þannig að við viljum bara einhvern veginn að hlutirnir virki. Svo getur aðeins flækt málið og spurt, býtu hvað þýðir það? Þú nefnir þætti, einhverja veitu þætti og samgöngur, já, augljóslega, fólk vill að þetta virki. En það margt annað í þjónustu sveitarfélaga sem að þarf líka að virka. Þá þarf maður svolítið að greiða á milli, því að þú segir það ákveðnir hópar sem koma með kröfur og allt það og stundu getur það gengið of langt, ég sammála þér í því. En við höfum þessu alltaf vaknað á morgnan og sagt, íbúarnir þurfa að fá þá þjónustu sem sveitarfélagið veitir og hún þarf að vera í lagi og íbúarnir þurfa að svara okkur, takk, við erum sátt, áfram gakk, höldum áfram að þróa þetta. Og ég held að Garðabær hafa alla tíð verið mjög þjónustu miðað samfélag og við höfum bara lagt á það áherslu. Og annað því tengt svona að passa okkur að verði ekki forræðishyggjuna bráð. Ég held að það sé ekki forræðishyggja í Garðabæi og meðan að ég fæ einhverju ráðið það, þá vil ég hafa það þannig. Og hin hliðin á þeim peningi kannski að tryggja fólkinu ákveðin sveigjanleika, að vera ekki að forskrifa veruleika fólksins meira en þú þarft. Það auðvitað þannig að sveitarfélög eru eðlilega, þau eru mjög reguleruð, við getum alveg velt í fyrir okkur hvort að það sé gengið á langt. Ég tel svo vera, ég held að við séum komin á svona kannski aðeins hættulega slóðir. Þú vilt ekki að ef ég vil smíða trjáhús fyrir börnin mín út í garði, að það sé örugglega einhver byggingafulltrúi sem mætur til að sjá til þess að timbrið sé svansvottað. Já, við skulum allavega orða það þannig. Það eru takmörk fyrir því hvernig við eigum að horfa á það, hvernig fólkið okkar lifi lífinu í einhverjum dítelum. Auðvitað einhver almenn sjónamið sem þurfa að eiga við. Við verðum að vinna skipulag þannig að það einhver byggingareitur og svo framvegis. Það eðlilegt, en svo hef ég alltaf áhyggjur af því ef við förum að færast eitthvað lengra og í rauninni svona bara fara að segja klukkan 10 á morgnana og þetta gerast hjá þér, kæri íbúi. Það áður ekki vera þannig. Íbúin á að ráða þessu sjálfur, en við þurfum hins vegar að vera með eyrun á lofti og hlusta á þarfinnar. Það og það svolítið fyrir hægrimann þetta svolítið áhugavert vegna þess að sveitarstjórnarmál að mörgu leyti, þetta nærþjónusta. Ég fór yfir fjármálin áðan, það heilmikið tækifæri að vera hægri sinnaður í þessu. En það eru líka ákveðnir hlutir sem eru svona bara þess eðlis að þú ert að veita þjónustu. Hún borguð af sjóðum hins opinbera, sjóðum bæjarins. Mér finnst skipta þá svo miklu máli að við hlustum í rauninni á þarfinnar og reynum að leysa þær með einföldum hætti og reynum líka að þora að taka erfiðar ákvarðanir ef að það breytist eitthvað. Dæmum þetta eru náttúrulega leikskólamál og ýmislegt fleira sem að við höfum farið í gegnum undanfarið misseri. Það sem við höfum kannski þurft að, það aldrei hægt að stoppa klukkuna, en við í rauninni nú þurfum við að fara í hliðarherbyggja og velta því fyrir okkur hvar erum við stödd og hvað getum við gert betur. Það gerist hjá öllum.
og ég held að Garðabær sé þannig samfélag að við erum fljót að spotta ef að íbúarnir hafa áhyggjur af ykkur almennt sem að við getum breytt í okkar þjónustu. En almennt viljum við nú bara íbúarnir lifi lífinu sínu sjálfir og þeir upplifi að við séum ekkert að gína yfir þeim í hverstegin. Það er náttúrulega bara algjört rugl að vera í þannig pólitík. Nei, ég sko, núna náttúrulega erum við að tala saman 4. mars og það allt farið í bál og brand í með Austurlöndum og Hormússundið mun mögulega fara að lokast og ég ætla nú ekki að fara svo vítt út í hlutina, en aftur á móti að þá það nokkuð fyrirsjáanlegt að verður orkukreppa í Evrópu sem að mun leiða til þess að við erum 80% af okkar viðskiptum í gennum Evrópu, sem að þýðir það, svo ég leiði þetta heim, að lífskjör munu fara að koma til með að verða töluvert erfiðari. Þú talar fjárhagslega sjálfbærni. Ég tel líka að það þurfa að verða ákveðið, við þurfum að taka ákveðna upp í bara félagslegri sjálfbærni, að fólk beri ábyrgð á sjálfu sér og að það sé ekki alltaf hægt að segja hvað ætla ríkið hvernig ætla ríkið að grípa inn í. Og þetta hefur verið á undanhaldi, en ég vona bara að við komumst ekki þann stað að við þurfum að við rekumst svo harkalega á botnin að við bara komumst ekki hjá því að taka ábyrgð á þessu. En ég velti þessu fyrir mér út af því að núna náttúrulega er rekstur Reykjavíkurborgar alveg mjög sérstakur, svo ekki sem meira sagt, hvað varðar húsnæðismál, hvað varðar útgjöld, stytting vinnuvikunar var náttúrulega algjörlega galið verkefni. Þjónustan hefur einfaldlega versnað og það hægt að segja það ríki og sveitafélög þar sem að það er verið að hringja inn og það er kannski símatími á milli 3:30, 4 á þriðjudögum og fimmtudögum, að meðan ég gat bara hringt á milli 8 og 4 alla virka daga áður. Þetta heilt yfir mun koma til með að leiða til þess að rekstur sveitafélaga verður erfiðari, en það verður líka til þess að sveitafélög mun einhvern tímann horfast í augu þann veruleika bara, nei, við getum ekki borið ábyrgð á öllu, við verðum líka að leyfa fólki bara svolítið að leysa hlutina sjálft. Þegar núna er Davíð Oddsson, hann var að falla frá náttúrulega og samhryggist öllum þeim sem þekktu hann og fjölskyldu og vinum að sjálfsögðu, og hann ég var að hlusta á Óla Björn Kárason og Gísla Frey tala hann, og þá var Gunnar Thoroddsen sem að veitti honum ákveðin ráð sem að var að það væru bara ákveðin nei og ákveðin já, fór með einhverja málalengar í það, en ég velti fyrir mér að þessi nei eru orðin mjög fátíð og það er einhvern veginn eins og sveitafélög bara segi bara já, við ætlum bara að grípa þennan bolta. Og með allar þessar breytur í húfi þá tel ég að við séum á hægfara leið í fram af brúninni í einhverjum skilningi. Hvað finnst þér? Já, ég tengi alveg við þetta sem þú ert að segja og ég held að tek nú undir samúðarkveðju til aðstandenda á fjölskyldu og vina Davíðs Oddssona sem var mjög merkilegur maður og ekki síst þegar ferill hans á sveitarstjórnarstigi í Reykjavík er skoðaður og ég hef nú kynnt með það og tengi alveg við þessar nei eða jásögur sem ég hef nú ekki hlustað á þetta viðtal en ég gerir ráð fyrir því að það sem er rosalega mikilvægt að það er oft litlir hlutir í samfélagi sem skiptir máli að leysa úr. Við reynum að vera góð í þessu í Garðabæ, áhalda húsið okkar eins og það er kallað þjónustumiðstöð, því er oft hrósað og það er bara vegna þess að maður fær sögurna til sín. Ég hringdi og það var lokið af tunnunni minni var farið af. Það kom bara maður af holdi og blóði eftir hádegi og lagaði þetta. Og það sem situr alltaf í mér þegar ég fær þessa sögur er að fólk er pínlítið hissa. Þetta bara gerðist, eins og það sé ekki sjálfsagt að þetta sé svona. Þetta er svona hjá okkur og við viljum að þetta sé svona. En svo þegar þú talar þetta hengiflug, þá tengi ég nú alveg við það. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að sérstaklega í svona ákveðnum stefnumótandi málum að við þorum að segja nei og höldum okkur við það sem sveitafélög eiga að gera. Og það getur auðvitað einhverju leyti verið loðið og teganlegt, en við höfum verið mjög fókusiruð á, og ég get bara nefnt sem dæmi ef við tökum bara skólamálin sem eru mikið í umræðunni. Nú voru að koma tölur bara í morgun þegar við tölum saman lesfimi og við sjáum það að tölurnar okkar eru fína, nú er farið að birta þetta. Við vorum 93% á trónið efst. Já, það var það ekki nesið, ég ætla að gefa þeim það, en við vorum í 85 í númer 2. Hefði nú gjarnan vilja vera hærri og nær nesinu, en við erum ánægð með þessa stöðu og það sem við erum að gera í grunnskólamálum sem dæmi er að þar erum við að búa til mælaborð sem að einhver gæti afgreitt bara, já, til hamingju, þú ert að búa til mælaborð, þetta er einhver frasi.
En hvað þýðir það? Við erum að skoða námsárangur barnanna í Garðabæ og setja upp þá kerfi sem virkar þannig að við getum gert það frá ári til árs. Við getum skoðað hvernig gengur börnum í 4. bekk og það þarf að hugsa einkunnir. Það þarf líka að hugsa sem að samfélagið í dag einhvern veginn orðið uppteknar af, líðan og annað þess óttar. Ég sammála því, það skiptir miklu máli að hugsa þessa þætti og þeir sem ganga lengst segja, ef að börnunum líður vel þá allt annað í lagi. Og ég ekki sammála því. Ég vil að börnunum líði vel, en ég vil líka skoða, hvernig námsárangur? Hann góður í fyrsta lagi? Hann að batna? Og ef hann ekki að batna, hvað ætlum við að gera í því? Af því að það umverulega mjög rík ábyrgð og þú ert að tala svolítið hvernig samfélagið hefur breyst. Við höfum rosalega ábyrgð í því að krakkar upplifi aga í skólakerfinu og ég viðurkenni það fúslega, það vantar svolítið upp á það. Ég get ekki skellt skuldinni á skólastjórnendur og kennara endilega einhlíði því, ég held að það væri mikil einföldun. En þetta svona samfélagslegt verkefni og ég held að við þurfum að gæta því mjög vel núna í núinu og á næstu árum að við setjum krakka undir eðlilega pressu. Og umræðin í samfélaginu orðin svolítið þannig að hvaða ráð höfum við til þess að taka pressuna af börnunum. Og við erum allt og gjörn á það að þau eigi ekki að lenda í aðstæðum sem eru krefjandi. Það bara alls engin undirbúningur undir lífið. Lífið náttúrulega bara svolítið illkvittin skepna oft á tíðum. Og ef við erum ekki að undirbúa ungt fólk fyrir það að einhverju leyti, ef við grípum börnin alltaf og þau læra aldrei að annað en að það alltaf einhver tilbúin að grípa, og þá getum við farið af sporinu. En nú kemur pólitíkusin upp í manni og maður segir auðvitað á hinbógin, auðvitað það samt þannig að við viljum grípa börn. Það alls konar hlutir í samfélagi sem eru flóknir og börn að glíma við aðstæðir sem okkur ber skylda til að grípa inn í. En almennt, ef við reynum að einfalda þetta, þá finnst mér við of mikið í því að grípa í staðin fyrir að ýta börnum áfram og segja, prófaðu. Það versta sem gerist að þeir mistökst og þú lærir af því. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur að þá líður mér einfallega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, við getum sagt þetta nú við fullorðna líka sko. Já. Svona mjög oft á tíðum. Hárið. En þetta líka svo sérstakt sko, þetta því að náttúrulega núna, þetta því að það alltaf verið að tala hérna börnin og líðan og búið til eitthvað torgið á RÚV og allir einhvern veginn bara hvað eiginlega í gangi? Svo erum við náttúrulega, eins og Brynjar Níelsson segir, sko, fullkomnir fávitar þegar kemur að þessu út af því að við erum náttúrulega, sko, við segjum við börnin þið þurfið að vakna á morgnana og skríða undir 600 metra gaddavír og ég býði eftir þið með plástur. Út af því að það sem við erum náttúrulega að segja við líka er að með símanotkun, að við segjum við, nei, þú náttúrulega átt bara að fá þinn skjátíma eða þú ert að býða eftir matnum á tenni að það látum við bara hafa spjaldtölvu til þess að friða þess og pabbi getur orðið pissfullur á meðan beðir eftir matnum. Það náttúrulega stjórnlaust galið að við séum ekki að grípa í þessi símamál. Og því að börn hafa engin tök á því að takast við þann veruleika sem að birtist þeim þegar þau eru komin í síman. Og það einhvern veginn svona ákveðið feminismál, eitthvað svona, við ætlum ekki að vera að skamma foreldra, það á að skamma foreldra. Foreldrar eru fullkomlega galnir sem eru að láta börn undir 16 ára aldri hafa snjallsíma. Það bara fyrir neðan allar hellur, en það þykir einhvern veginn svona dónalegt að segja þetta, en mér þykir það bara dónalegt að hver barninu að segja þetta ekki. Þú ert sammála með hana? Já, sko, ég nálgast þetta þannig að auðvitað verðum við að gefa fólki sjálfu rými til þess að ala upp börnin sín innan heimilis og svona innan vébandana, en þegar það kemur inn í skólana þá geri ég kröfu til okkar skóla að það sé skikk á þessum hlutum. Ég einn af þeim sem að kannski, að því að mér veist umræðan oft svona mál fara svona svolítið í mjög mikla póla, bönnum síma.
Símarnir eru ágætlega gagnlegir við ákveðnar aðstæður. Við erum að reka unglingaskóla, garðaskóla, mjög öflugur og góður skóli og þar eru unglingar. Þau geta nota símana við ákveðnar aðstæður, einhvers konar undantekningar ef mér langar til að róa fólk, þar sem að þeir eru allavega notaðir. Og þá myndi ég ekki kvitta á, það er fortakslaust símabann. En við treystum skólastjórnendum í Garðabæ til þess að sortera þetta vel. Og ég held að það sé gert í öllum okkar skólum. Er það gert eins í þeim? Nei. Finnst mér það gott? Já, mér finnst það nefnilega gott. Mér finnst, og þarna komum við að máli líka að vera að ræða lesturinn og ég nefndi hér áðan árangurinn okkar og við erum ánægð með það. Svo koma umræður eins og frábært verkefni sem er í Vestmannaeyjum og víðar, Kveikjum neistan. Og ég fæ sem pólitíkus og bæjarstjóri spurninguna, á hverju eru við ekki með Kveikjum neistan? Og ég svara spurningun alltaf eins. Ég vil bara nota mælaborðið sem ég var að vísi. Ég vil bara setja markmið og tryggja það að skólastarfi í Garðabæ nái þeim markmiðum sem við setjum og sé í framför. Þá þarftu auðvitað að fylgjast með gögnum og áttaði á því hvort að líðan sé að batna, einhvernir að vaksa og svo framvegis. Hvaða aðferð er notuð? Það finnst mér bara að vera verkefni skólastjórnenda. Ég treysti okkar skólastjórnenda til að meta það hvaða aðferð vilja þau nota til þess að ná markmiðunum. Og ég er ekkert að tala niður Kveikjum neistan, en ég viðurkenni það að mér veist við of fljótstundum í að segja, þessi aðferð er einhvers konar fix. Þetta er örugglega ekki eina aðferðin sem getur virkað. Og ég vil treysta okkar góða fólki til þess að velja aðferðirnar, en ég vil gera miklar kröfur til þeirra að við stöndum okkur vel. Og hjá okkur, ég vil að það komi nú fram líka, þá finnst mér svo áhugavert að ég upplifi metnaðarfullt fólk, skólastjórnendur, kennarar í Garðabæ, mér finnst þetta fólk vakna á morgnana, það vill gera vel, það er að velta fyrir sér, við sjáum þetta í þróunarsjóði sem við rekum og styrkjum sérstaklega þróunarverkefni, námsgagnagerði eða einhver nýsköpun í kennslu. Það er alltaf fullt af verkefnum sem að koma inn á borð og það er vegna þess að þessir aðilar hafa áhuga á að gera eitthvað spennandi og þróa starfið. Þannig að já, við kannski þurfum bæði að sleppa og segja, þetta kemur okkur ekki við, þetta er það sem að einstaklingarnir og fjölskyldunar eiga að sjá sjálfar, en leið að hafa svolítið skýra myndaði hvernig við viljum ala upp börnin samfélagslega þegar að komið er inn í skólan. Já, ég er náttúrulega mikill talsmaður Kveikjum neistan, bara út af því að mér finnst ég sjá árangur alltaf þegar það er prófað, hvar sem það er prófað, sko. Frábært verkefni, gagnadrifið, ég er alveg sammála því. Ég svara þessu viljandi svona vegna þess að ég vil að verkefnin í skólunum okkar njóti líka sannmælis og nú hefum við samanburðarhæf gögn sem að benda til þess að þó að við séum ekki að nota þetta góða verkefni þá erum við að ná árangri og það skiptir máli og svo er þetta nú líka svona svolítið frelsismál. Já, ég sammála það. Ég er ekki ákveða það fyrir alla skólana í Garðabæ hvaða aðferðið þau nota en ég á að gera kröfu til þeirra og styðja við þau ef það er eitthvað sem vantar upp á. Ég hef nefnt þetta nokkur sinnum í þætti einmitt það sem að hefur komið svona til tals það sem að mismunandi verkefni eru notuð á mismunandi svæðum og það kom alltaf ákveðinir svona, hvað ég segja, miðstýrðir kerfisfræðingar að segja sko nei, þú veist, við þurfum öll að vera henni samhæfðu og ég svona nei, við viljum nákvæmlega vera með fjölbreytni til þess að sjá hvað virkar og svo getum við yfirfært það yfir. Þannig að við séum með svona innanborðs samkeppni. En hérna förum í pólitíkina út af því að þú nú í henni. Já. Og það er sveitarstjórnarkosningar. Já. Spenntur? Já. Ertu í einhverju hættu eða? Ef þú ert svona hreinskilinn. Og þá ertu að tala um að hættan sé svo að Sjálfstæðisflokkurinn verði ekki við völd eftir kosningar. Já. Þú ætlar að halda áfram? Ég ætla að halda áfram. Tók við sem oddviti fyrir 4 árum síðan og þá í þetta skipti geti ég lagt mín verk í dóm. Það er alltaf þannig að það mæði mikið á oddvita í pólitík og ég hlakka til þess. Það er ýmislegt sem hefur breyst á undangengnum 4 árum hjá okkur og það er alltaf þannig að því að fólk talar um Garðabæ, já, þarna eru sjálfstæðismenn sem ráða og hafa gert endalaust. Og það er talað eins og þetta sé bara einhver flattlænir. Já, þau eru þarna bara og þetta er alltaf eins. Og ef þú skoðar sögu Garðabæjar þá sérðu svo sannarlega í öllum málaflokkum að við höfum bara verið á flegi ferð. Og ég er spenntur. Er ég í hættu? Ég lít alltaf svo á að maður sé í hættu. Af því að í pólitík átti ekki að taka neinu sem gefnu. Og við vitum það í Garðabæ og svo sem annars staðar örugglega líka að þá er þetta bara þannig að fólkið dæmir
út frá því sem það sér og því sem það telur að þurfi að vera í samfélaginu og það rosalega hollur dómur á 4 ára fresti og mikilvægur og menn sleppa þessum dómi svolítið þegar menn tala Garðabæ og segja að hann bara Sjálfstæðisflokkurinn alltaf við völd. Já, og það kosið á 4 ára fresti og fólkið staðfestir þá, við erum tilbúin að láta þennan flokk stýra áfram í hreinum meirihluta vegna þess að við teljum almennt að það hafi gengið vel og ég held líka sem mjög mikilvægt og við höfum lent í málum fórum í gegnum fjármálasveiflu eftir að vextir og verðbólga hækkuðu mjög snemma á kjörtímabili, fórum í aðhaldsaðgerðir sem við bara hreinlega þurftum að gera. Við þurftum að taka svolítið til í húsnæði eldri grunnskólana í bænum, það kom upp mikla og það þurfti að díla við það og við settum ótrúlega mikið afl í að endurbæta skólan okkar. Ég get bara leyft mér að fullyrða að við höfum gert þetta meira og hraðar heldur en flestir aðrir. Ég hef ekki allan samanburð en ég leyfi mér að fullyrða þetta. Nú þarf ég að fara að teygja á löppinni hérna bara í beinni en hérna sko Gott útvarp. Þetta gott útvarp, mjög gott útvarp. Sko, en þannig að það ákveðin stjórnmálamaður á Íslandi sem talar alltaf plan. Við erum með plan. Kristrún? Já, og það ég ger engar athugasemdir við það að það gott að vera með plan. En ég held að kjósendur þurfa líka að kjósa þá sem þau treysta hvernig bregstu við ef að planið ekki að fara þangað sem að þú ætlaðir. Og þess vegna ég spenntur, ég held nefnilega Garðbæingar, ég trúi því að Garðbæingar muni meta það við okkur sjálfstæðismenn núna að við höfum bæði framkvæmt það sem að við höfum lofað, en við höfum líka sýnt styrk við erfiðar aðstæður þar sem við höfum svona aðeins þurft að endur forgangsraða sem að noti ykkur svona orð eða breyta eins kúrs og við höfum gert það. En þetta varðandi planið og það nú að hluta til í umræðinum húsnæðismál að mér finnst við stundum vera svolítið svona boksu þegar við tölum hlutina eins og þetta sé svona eitthvað svona tölvuleikur. Þú getur bara stilt upp plani, hérna þetta verður svona og þá verður lífið svona eftir 2 ár og það verður svona eftir 3 ár og svona eftir 4 ár. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Allar að viðskipta á allarinu flottar ekki Excel, sko. Já, það er þetta sem ég er að vísa í og ég vonaði að íbúarnir í Garðabæ horfi svolítið á þetta þegar þeir eru að greiða atkvæði. Hverjir eru fleiri hana fyrir hlustendur sem að þekki ekki til? Hverjir eru fleiri hana í Garðabænum? Já, þetta er nú svolítið spennandi núna því að sko síðast voru 5 flokkar. Það okkar eru það þá Framsóknarflokkurinn, Miðflokkurinn og Viðreisn sem eru stjórnmálaflokkar sem flestir þekkja og síðan Garðabæjarlistinn sem að er svona samsteypu afl. Var það ekki Viðreisn, svona einhverjum hluta? Er ég að bulla? Þau hafa mögulega verið saman einhvern tíma. Það voru eitthvað viðloðin við Viðreisn allavega. Já, Viðreisn hefur verið sér, nú hann ég ekki nákvæmlega hvort að Viðreisn var í fyrsta skipti sér síðast, nei, það nú líklega verið þar síðast. Ég er ekki alveg með þetta á hreinu, en Garðabæjarlistinn allavega, Viðreisn var sér og á 1 bæjarfulltrúa, Framsókn á 1 bæjarfulltrúa, Miðflokkurinn náði ekki manni síðast. Garðabæjarlistinn er með 2 og inn í Garðabæjarlistanum er Samfylkingin eða ég ætti kannski að segja var því að þar hafa orðið breytingar og núna mun það sem sagt gerast miðað við það sem flokkarnir boða að Garðabæjarlistinn býður fram áfram en Samfylkingin mun bjóða fram sér og það verður bara svolítið spennandi að sjá hvernig það útviklast. En það hvað eru þeim marga menn? Við erum með 7 af 11 og hérna njótum þess í þeirri starffræði að vera stóra aflið. Við erum auðvitað með miklu meira af atkvæðum heldur en Garðabæjarlistinn sem er næststærsta aflið. Þannig að það eru auðvitað okkar keppikefli að halda 7 mönnum og hérna ég hef fulla trú á því að það takist en við erum að tala saman í byrjun mars, það eru kosningar miðan maí og það er alltaf þannig talandi það að taka þess ekki sem gefnu að þetta er heljarinnar vinna. Ég held að ef að Garðbæingar myndu ganga að kjörborðinu núna þá líði mér vel, ég held að það myndi ganga vel en ég veit að eftir 2,5 mánuð mun ýmislegt hafa breyst, önnur framboð munu hafa kynnt sig betur, þar er að einhverju leyti ekki komin andlit á framboðin að hluta til og það á allt eftir að koma í ljós
En þetta verður bara skemmtilegt, við höfum alltaf lagt mikið á okkur og ég held að sé mjög mikilvægt fyrir okkur núna að ná að kynna ennþá betur fyrir íbúunum það sem við höfum verið að gera. Því að þetta svo áhugavert að auðvitað eru margir íbúar sem ekkert að pæla í þessu frá degi til dags. Ég starfa við þetta alla daga og fram á kvöld og venjulegu Garbaengur vaknar og græjar fjölskylduna og fer í vinnuna og kemur aftur, gerir eitthvað skemmtilegt. Hann ekkert að pæla í sveitarstjórnarmálum þannig. Þannig að við erum mjög fókuserið núna á að kynna betur það góða sem að við höfum gert og auðvitað svo hvernig ætlum við að halda áfram, hvað á að taka við. Já, þetta verður spennandi. Færum okkur aðeins, víkum aðeins út linsuna. Landsmálin, hvernig líst þér á þetta? Þú talar planið. Já. Það svona upp og ofan. Hvort að það sé að virka, ekkert upp á hann, það virkar ekki að svo virðist og ég svona svolítið sammálaður sko, það fínt að vera með plan svo lengi sem þú getur brugðist við því ef að það ekki að fara nákvæmlega sem skildi. Ég var með Kristrúnu daginn sko og hún talaði það bara að það væri bara að keyra í gegnum skaflinn og ég orðinn pínu stressað, sérstaklega sko, þú veist, þau tala einhver kjarapakka eftir páska einhvern tímann og svo ætlaðu að fara að grípa í einhverja alls konar aðgerðir, almannatryggingamálið virðist alltaf að fara í gegn sem mun náttúrulega sljóka vinnumarkaðinn allt hressilega næstu áratugi. Hvernig líst þér á þetta? Já, mér líst bara ekki vel á þetta. Þú nefndi nú alþjóðamálin áðan sem að hafa óhjákvæmilega áhrif. Það bætist svona svolítið við. En svo auðvitað innanbúðar eru við bara fást við frekar erfið efnahagsleg málefni og ég held að ríkisstjórnin sé svona svolítið að súpa segið af því núna, það er kannski alveg komið fram ef við horfum á einhverjar kannanir og svona en ég skynja þetta þannig að það er að fjara nokkur hratt undan þeim af því að efnahagslögmálin, atvinnuleysi, verðbólga og þessar stærðir og auðvitað fólk er ekki að upplifa mikinn gang í efnahagslífinu að hluta til vegna þess að það er ekki eins og ákvarðanir ríkisstjórnarinnar hafi verið sérstaklega hagfelldar fyrir atvinnureksturinn, nú talar gamli lobbyistinn úr samtökum iðnaðarins og fleiri stöðum þar sem ég hef starfað fyrir fyrirtæki og tek það með mér inn í sveitarstjórnarmálin bara svo ég nefni það, mér finnst það mikilvægt að hafa þessa sýn svona út frá fyrirtækjahliðinni en ég held að sé að fjara svolítið undan ríkisstjórnin í þessu og ég held að af því að það sem þau hafa gert að mörguleiti vel er að svona, það hefur bara verið sagt þetta er hinum að kenna, við erum nýkomin og við ætlum að taka til og svo tala fólk að það sé eitthvað sem er álaga, já, það voru þau sem gerðu þetta er ekki við. Og nú erum við komin bara í gegnum þetta og nú verða þau að fara og þeirra ágætu ráðgjafar sem skrifa stundum greinar í blöð og í miðla að fara að skipta þessu spólu og fara að tala þeirra eiginverk en ekki bara, já, þetta er eitthvað sem mér minnir að þau hafi gert. Er þetta nú ekki bara þessi ljóti sjálfstæðisflokkur sem stóð fyrir einhverju slæmu og allt það. Það er svo augljóst að þetta er narratífið. En svo finnst mér staða Viðreisnar, ég verð nú að segja það, hún finnst mér mjög sérstök, sko. Ég upplifði Viðreisn svona þegar hún kom fram á sjónarsviði sem svona einhvers konar hægri flokk. Frjálslyndur hægri flokkur, eins og hann lýsa sjálfur sér, held ég. Já, og ég þekki gott fólk í Viðreisn og er sammála mörgu sem þau segja, en mér finnst svona allavega þeirra verk út frá hægrinu ekki alveg vera á réttri leið og það er bara mjög áhugavert að hlusta á góðan Garbaeng og einmitt tilvonandi formann samtaka iðnaðarins, Þorsteinn Víglundsson. Það er mjög áhugavert að hlusta á hann tala landspólitík núna og ég er sammála mörgu því sem hann segir og en við erum og ég held að við þurfum, það hefur áhrif á sveitarstjórnarmál líka, ég held að við séum í þeirri stöðu efnahagslega að það óvissan ekki að minnka, hún frekar að aukast og það getur bara vel verið að við séum að sigla inn í tímabil sem svolítið mótrækt efnahagslega. Það ekkert mörg ár ef horfir aftur kannski 10 ár eða svo, þá hafi ekkert mörg ár á því tímabili verið okkur mótræk efnahagslega. Það var alltaf komið einhvers konar góð tíðindi sem að hafa gift okkur áfram aftur og við vitum ekkert hvernig þetta verður núna. Hlaðvarpið í samstarfi við Harðfisksverkun Hrafnardals. Þetta eru gæði í gegn, kemur á roðinu, fryst einu sinni og það nákvæmlega þannig sem að þú færðan. Steinbítur sem valsaður upp á gamla mátan og þurrkaður í vestfirsku fjallalofti. Ekkert svona eitthvað þurrkklefa rugl hérna. Þetta ekki eitthvað svona sem að molnar í höndunum heldur þetta bara gæði í gegn.
frábær gjöf fyrir þá sem að eiga allt, en ef þú ert að leita gjöf fyrir afa og ömmu og ert í vandræðum út af því að þau eiga allt, þá að sjálfsögðu gefur þeim bara harðfisk. Til að nálgast þessa gæða vöru þá sendur þú e-mail á hrafnadalur@proton.me. Þetta líka í lýsingu á þessum þætti þar sem þú getur einfaldlega séð frábæru verðin og séð alla leiðbeiningar hvernig þú nálgast þessa gæða vöru. Nei, og svo líka bara eins og ég segi, ég vil aðeins kynda undir þessari félagslegu sjálfbærni. Hann Friedrich Merz var að koma fram með ræðu, man nú ekki nákvæmlega hvar hún var, en hann sagði hann á þýsku, þar sem hann var að segja bara að stytting vinnuvikuna væri bara þjóðaröryggisógn. Út af því að Þjóðverjar væri bara að horfa upp á töluvert verri lífskjör heldur en þeir höfðu komið til með að venjast undanfarin ár. Og ég held að það sama sé upp á teningunum hérna. Ég held að það þurfi einfaldlega að verða ákveðin viðsnúningur í hugarfari, og það sem jákvætt í þessu, ég held að þetta hugarfar sé alveg til staðar, en það ákveðið út af því að réttrúnaðurinn náttúrulega búinn að eyðileggja allt sem hann gat yfir lengri tíma. Í félagslegri umræðu hann náttúrulega bara horfinn, en hann ennþá kerfislegur vandi. Það sem að fólk einhvern veginn þorir ekki alveg að vera að hrófla við einhverju. Ég var stýriði pallborðsumræðu á steypudeginum, þar sem að eina sem var verið að einbeita sér að væri mestmegnist, ég held að 5 af 10 erindum hafi verið hvernig við ættum að kolefnisjafna steypuna. Og ég var bara, það algjör steypa að vera að einbeita sér bara því að við séum að kolefnisjafna steypuna. Nei, það bara steypan á Íslandi að fara að bjarga heiminum, og svo náttúrulega Kínverjar notuðu held ég meiri steypu á árunum 2016 til 2021 heldur en öll Evrópa og öll Bandaríkin alla 20. öldina. Þannig að við erum á einhverjum pínu gölnum tímum varðar það. Vonandi þurfum við, eins og ég var nefnaðan, ekki að vera einhvern veginn steypt í þetta mót og bara þurfum einhvern veginn að takast á við mjög erfiðar aðstæður. En ég held að við gæti alveg orðið félagslegur hreyfanleiki varðar bara breytt hugarfar hvað varðar vinnu. Og eins og hann var að segja, ég meina 4 daga vinnuvika bara að skerða lífskjör framtíða kynslóða. Já, ég held að þetta, og ég tengi nú mjög mikið við þetta sem þú ert að segja, því að ég held að við einhvern veginn höfum, það hefur einhver vír í þessar umræðu bara losnað frá að þess að fólk hafi tekið eftir. Þannig að þetta ekki alveg jartengt. Og þetta auðvitað einhver bjóti frasan fyrir nokkrum árum, það nóg til. Já, og mér finnst það ASI undir Drífu Snædal, þegar þau voru að fara í lífskjarasamningan held ég. Já, og að því að þessi frasi svo afhjúpandi, ef við nálgumst allt í samfélaginu að það sé nóg til og einhvern veginn hlutirnir bara falli af himnum ofan í fangið okkur. Þetta ótrúlega skökk og bara uppeldislega, við förum þangað aftur, þetta bara ótrúlega röng skilaboð fyrir ungt fólk sem að fara út í lífið, af því að lífið aftur ekkert allt og sanngjöt skeppna á köflum og þú verður að vinna því gegnum verkefnin. En tvennt sem mér langar til að segja í þessu, að þá til dæmis ef við horfum á rekstur sveitafélaga verður að haga seglum eftir vindi og stytting vinnuvikunar og alls konar kvaðir á sveitafélög. Sumar geta alveg verið eðlilegar, hið opinbera vill að við pössum upp á hið félagslega og svo framvegis. Sem okkur var selt að myndi ekki kosta neitt. Nei, svo það og þess vegna ég nú stoltur af því að við höfum bara hort á sameiginlegan kostnað, overhead á vondri íslensku, bara sem við skoðum þetta reglulega og okkur þykir þetta skipta máli, og það mjög ánægilegt að segja frá því að Garðabær hlutfall sameiginlegs kostnaðar mjög lágt miðað við aðra, og mér finnst þetta á hverjum degi ég að í baráttunni, í einhvers konar mótvindi, af því að það þannig að það svona samfélagi virkað þannig að það ákveðni hluti sem hvolfast yfir okkur, og ég hefði getað verið búin að fjölga miklu meira á bæjarskrifstofunni í Garðabæi en ég hef treyst mig til að gera vegna þess að það alltaf einhver verkefni sem þú getur leyst með nýju stöðugildi og svo framvegis, og við erum að fjölga á skrifstofunni af því að Garðabær að stækka, við þurfum fleira fólk, en það þarf að skrútinisera þetta. Verkefnin þurfa að vera mikilvæg og áríðandi, stundum hægt að leysa hluti tímabundið, mér finnst það hefur opinberið mjög lélegt í því að leysa hluti tímabundið, við gerum þó oft, skilgreinum umbótaverkefni og reynum að keyra á þau, og það þurfi ekki að vera 3 nýir starfsmenn. Þetta nú í hug núna vinið þínar í fjölmiðlanefnd,
það er ágætis dæmi hvernig þetta síðan þróast. Við höfum verið að berjast gegn þessu í Garðabæ sem að við höfum séð með sameiginlega kostnaðinn og svo hin hliðin sem ég langar að nefna við þig að þegar þú reynir að ef þú átti erindi gagnvart opinberri stofnun og klukkan eftir 12 á föstudegi þá virðist mér að þú sért almennt í svolítið vondum málum vegna þess að það er bara sagt, við erum búin að loka, þetta er ekki búin að frétta af styttingunni og ég mjög ánægður með starfsfólkið okkar hjá Garðabæ af því ég lagði þessa þraut fyrir okkur sameiginlega og sagði, við erum að stytta hérna vinnuvikuna, ég vil ekki stytta opnunartíma. Mér finnst að íbúinn eigi það skilið að það sé ekki samsvarandi skerðing í þjónustunni mælt í því hvenar viðkomandi getur átt erindi við okkur þó við séum að stytta vinnuvikuna. Og veistu það, þetta er bara gengið ljómandi vel. Þetta er bara ekki neinasta mál fyrir okkur að halda opnu til, þetta er nú til 2, þetta er nú ekki lengur sem við erum opið á þessum frægu föstudögum, en þannig hefur það verið í mörg ár og íbúarnir eru sáttir við. En við erum ekki að skerða þjónustuna samsvarandi því að við erum að stytta vinnuvikuna. En auðvitað vitum við að hún hefur hins vegar kostað stórfé og það sjáum við í leikskólakerfinu og víðar að þetta hefur reynst hinu opinbera gríðarlega dýrt að fara í þessari vegferð og ég held út frá svona vinnusiðferðinu sem þú ert að predikera hérna aðeins og vísar í alþjóðleg dæmi að þar séum við hreinlega bara komin að stað þar sem við þurfum að staldra við og hugsa, er þetta góð vegferð? Kannski ekki þetta bakka út úr þessu en það má þá hugsa svona aðeins frjálslinda leið til þess að opna þetta aðeins upp. Ef fólk vill vinna meira, er það ekki bara fínt? Getum við ekki dílað einhvern veginn við það á sanngjarnan hátt, án þess að það mælist endilega yfirvinnu? Já, svo getur líka bara stéttarfélögin fara að berjast fyrir kjörum þeirra sem mæti vinnuna í staðan fyrir að berjast fyrir kjörum þeirra sem mæta ekki vinnuna. Það væri líka frábær breyting sem að myndi koma sér vel. En ég er líka með aðra sögu sem er af sama meiði, sko. Hún var stærri skala, sko. Ég þarf að segja hana mjög varlega sem ég er nú ekki vanur að gera til þess að ég kasta ekki vinnu minn undir vagnin. En hann var sem sagt að segja mér frá því að það var stór keðja sem að var búið að skipuleggja. 150 manns sem að voru að taka þátt og þetta er eitthvað, ég held að hafi verið, ég man ekki töluna, sko, ég held að hafi verið einhver milljarða, sko, aðfanga leið sem að varningur þurfti að komast og það var búið að skipuleggja þetta frá úr Sundahöfn yfir til Rotterdam, Kína og það voru 150 mann sem að voru allir tilbúnir til þess að þetta er vara sem að þurfti að skipuleggja vel út af því að hún var mjög viðkvæm og þeir eru þannig að sinna þessu og eru að skipuleggja þetta og svo þarf að fá stimpil frá ónefndri stofnun sem að þarf að skrifa upp á það að þetta sé í lagi og hann segir með mig að hann hringir á þessa stofnun á miðvikudegi og segir heyrðu, við erum með risaverkefni þetta er bara, þú veist, bara mjög miklar hagsmunir undir og stofnunin segir bara, já, nei, við erum hætt að vinna þarna við getum ekki mætt til vinnu þarna. Það var eina í burðarkeðinni sem þurfti einn starfsmann hjá einni stofnun til þess að þetta geti klikkað. Það reddaðist fyrir lok, en þetta var samt sko þetta viðhorf, þú veist, ósveigjanleiki stofnana, það er bara, nei, ég er búin klukkan 12 á föstudegi og þá er ég, skilur, þú veist, ég bara skrifaði á því bara 4 yfirvinnutíma, bara eitthvað. Og það er þessi sveigjanleiki, sko, þegar við hugsaðum bara svona grunnstóðir svona framlínu starfsmann eins og þetta var kallað í COVID, heilbrigðisstarfsmenn, fólk sem er vinna með fötluðum og öðrum. Þar er þetta hugafar töluvert skárra. En í svona yfirbyggingu til dæmis á velferðarsviði Reykjavíkurborgar og annars staðar, að þá er þetta bara nei, þetta eru mannréttindi, það er nóg til og þar að leiðandi á ég ekki að þurfa að sýna neitt sveigjanleika út af því ég á minn frítíma og ég á ekki að þurfa að sýna neitt sveigjanleika. Það var ekki einu svona yfirmaður en segja bara, heyrðu, nei, þú var frí hérna og mæti þannig. Það er ekkert, þú veist, þetta hugafar er líka bara svo skýrt á svo mörgum sviðum. Já, ég held að þetta sé, auðvitað er það þannig að stofnanirnar geta verið mismunandi og maður passa kannski að nefna það að við höfum alveg ágætist dæmi að stofnanir taki þessa ekstra mílu eins og hún er stundu kölluð sko í málum og ég held að þetta sé að því að Ísland er svo lítið land að við þurfum rosalega á þessu að halda og þetta er í rauninni kannski að einhverju leyti svona eðli okkar að vera sveigjanleg hann sem að fara í allar íslensku aðstæðunar, við erum að glíma við náttúruöflin og allt þetta og erum bara vön því að þurfa að taka beygjur og vera fljóta að hugsa og bregðast við. Og það er svo leiðilegt ef að stjórnsýslulega við erum að hverfa alveg ótrúlega langt frá þessu og ég held að það sé bara skaðlegt fyrir okkur
og já, þú lýsir þessu svolítið held ég réttilega. Það líka mikilvægt að það alltaf, ég hef ekki yfirsýn yfir allt sem við gerum, en maður reynir að kynna sér málin og vera það vel inn í málum að maður átti sér svona sirka á hvað í gangi, því að fjarlægð svo hættuleg og eitthvað af aðilum sem að geta skipt máli í svona keðjum eins og þetta lýsa, þeir geta bara orðið fjarlægir. Það til hugtaka á íslensku sem heitir hann hefur aldrei mýið í saltan sjó, og það auðvitað, þetta er svona svolítið sterkur frasi, það auðvitað verið að segja, þessi kann ekki neitt, hann ekki búin að fara til sjós. Aldrei þú takast á erfiðar aðstæður. Nei, og ég held að við þurfum aðeins að, til dæmis þegar við ráðum fólk inn í tiltekin svona skrifstofustörf, ef við segjum bara skrifstofustörf hjá hinu opinbera, þess að nefna einhverjar eftirlitsstofnanir eða eitthvað svona, þá þurfum við bara að velta þessu fyrir okkur. Hvað kemur fólk bara með bóklegt nám með sér? Hefur fólk einhverja kunnáttu í því sem raunverulega er að gerast að núti? Ég held að þetta skipti máli og maður veltir þessu fyrir sér hjá okkur. Við erum ekkert fullkomin í þessu, en við erum auðvitað glöð við það, til dæmis í byggingageranum, af því að hann er mjög umsvifamikill, það er verið að byggja mikið í Garðabæ. Ég er auðvitað mjög ánægður að Þorvaldur Gissar og svona fleiri aðilar hafa bara sagt opinberlega, heyrðu, þetta gengur bara vel í Garðabæ, þau vilja í alvörunni tala við okkur, þau eru í þessu virðist vera til þess að leysa mál í stað þess að setja upp svip og segja, heyrðu, svona verður þetta bara að vera. Og auðvitað segjum við nei oft á tíðum við þess aðalega því að stundum eru beðnir skipulag sem að við treystum okkur ekki til þess að ganga í gegn með breytingar á. En viðhorfið okkar heyrðu, tölum saman, sjáum hvort við getum ekki leyst úr málunum og það held ég að sé miklu farsælla heldur en hitt. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera. Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sendt skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fossalsi 13, en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is græja þetta fyrir þig. Já, ég nefnilega sko þegar þú nefnir byggingageran, ég reyndar almennt séð sem með fjölmiðla nefnt sko. Ég held að það er engin meinfísniðan á bakvið, ég held að það sé miklu frekar bara það að fólk sé almennt séð með eitthvað regluverkana fyrir fram að sig og ég á að þú ert komin sko hjá hennu opinbera þegar þeir eru að gefa út sektir og svona, þá eru þeir í svona milligram-prógrami, þar sem að þeir eru að ýta á og hækka rafstuðið, en gerir sér ekkert endilega grein fyrir því hversu miklum skaða þeir eru raunverulega að valda, en þú veist að bara kerfið er að segja þér að ýta á takkan. Og það er alveg sama hversu mikið þú hækkar rafstuðið, bara þú átt að halda áfram út af því þér er sagt að halda áfram. Og ég held að það sé svolítið upp á teningunum, út af því þú nefnir líka Þorgeverk og fleiri. Menna, það er rosalega mikið í þessu sem er eiginlega var orðið ótrúlegt að sko byggingakostnaður. Í fyrsta lagi þarftu að vera með einhverja lífsferilsgreiningu sem er eitthvað kolefnis hugmyndafræði bak við það, hvort að það sé hvert einasta handtak í því hvernig þú byggir húsnæði sé örugglega kolefnisjafnað og þetta skila þeirri skýrslu inn áður en að þú ferð í verkefni og að 20-30% af kostnaði húsnæðis sé bara startgjaldi hjá hennu opinbera. Það er algerlega ósjálfbært, sérstaklega þegar við erum að tala um verðbólgu og dýrt húsnæðisverð. Já. Og þetta skilja allt og við berum mikla ábyrgð öll saman sveitarfélögin í þessu, auðvitað segja menn og það er tíðrætt lóðaverð og þar vandast nú kannski svolítið málið. Við erum auðvitað í svona alltaf því skorts ástandi, það hefur verið miklu minna framboð heldur en eftirspurn af húsnæði hér á höfuðborgarsvæðinu. Svo getur zoomað inn og sagt við til dæmis stöndum bara tennrétt í Garðabæ og segjum, við höfum svo sannarlega verið að leggja okkur á mörkum. Það er mikil uppbygging og við erum að gera það sem í okkar valdi stendur til þess að framboð á húsnæði sé ásættanlegt í bænum. Pössum alltaf að gangi ekki of langt í uppbyggingarhraða vegna þess að við viljum að þjónustan við íbúana og fjármálin
séu í lagi í gegnum svona sveiflur og það krefjandi fyrir sveitafélag. En ég hins vegar stoltur af því og hagsmuni íbúa Garðabæjar, menn spurja, eru ekki lóðirnar hjá okkur allt og dýrar og almennt bjóðum við þar út, þá það auðvitað bara talandi hægri mennsku, það bara markaðslögmál, þeir sem að bjóða hæst, ef að þetta bara verð, við nú stundum ykkur aðra fítusa inn í útboðunum, þeir fá lóðirnar og þá kosta þeir bara það sem það kosta og ég kannski svona bara segi svona á léttunótunum, ef að markaðsverð á lóðum í Garðabæi svona hátt, þá það bara þannig. En félagsmenn samtaka iðnaðarins, af því að þau voru að fjalla þetta og fleiri, bjóða í þessar lóðir af fúsum og frjálsum vilja og þau eru velkomin og við viljum gjarnan vinna með þeim, en fyrir hönd íbúanna segi ég, á meðan við erum í þessu ástandi að lóðir eru verðmætar, þá getur sveitafélag ekki afhent það verðmæti á ykkur undirverði til annar aðila. Ég á erfitt með að fara í gegnum þá röksemdafærslu ef ég á að verja hagsmuni íbúanna. Ég sammála þér þannig, en þá myndi samt einhver segja sem ósammála okkur einhverju leyti, það náttúrulega hægt að fara í alls konar svona félagslegar bollaleggingar það hvaða áhrif þetta hefur, en ég hef eins vegar pínu áhyggjur af því og reyndar meira hjá Reykjavíkurborg heldur en öðrum, en líka samt í öðrum sveitarfélögum, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu, að stór tekjustofn sveitarfélagana orðið lóðirnar og þá erum við komin í ákveðin spíral þar sem að útsvarsgjald ekki orðið einhvern veginn réttlætanlegt bara, heldur þurfum við náttúrulega líka að fá okkar markaðsverð út af því að við erum búin að skipuleggja borgarsvæðið sem að allir hafa neitunarvaldi yfir. Þannig að að einhverju leyti þetta líka í ákveðinu spíral þar sem að, við erum með allt og dýra lóðir sem að færast á yfir í húsnæðisverð, það eykur verðbólgu og þá lenda sveitarfélögin líka í vandræði með það, en samt þetta einhvern veginn alltaf okkar sjálfstæði tekjustofn sem orðin ótrúlega mikilvægur fyrir okkur. Já, þetta sjónarmið mjög skiljanlegt og það auðvitað þannig við þessa tekjur hjá okkur skipta okkur máli, við pössum okkur hins vegar að nýta þær í uppbygginguna, þannig vinnureglan, annars væru við að skuldsetja okkur og þá hef ég tekið þátt í samtölum þar sem menn hafa til dæmis bara vísað í Geir Hallgrímsson sem var mjög merkilegur borgarstjóri í Reykjavík eins og Davíð, að hann úthlutaði lóðum af krafti og þær kostuðu ekki neitt og fólk segir af hverju förum við ekki til þess tíma. Sveitafélögin gátu þetta þá og ég hef sagt við fólk, býtu nú við, ef að pæla þess í hvernig sveitafélagi Reykjavík var þegar Geir Hallgrímsson var borgarstjóri, árið 70 eitthvað, örugglega eitthvað í þeim túr, eða 60 eitthvað og 70 eitthvað, mjög merkilegu maður. Þjónusta sveitafélag, leikskólar voru varla til, skólar voru 2 eða 3 setnir. Velferðarþjónustan var á allt öðru stað heldur hún í dag, þannig að við gleymum svolítið í þessum samanburði að skyldurnar og að einhver leiti kannski kröfurnar í samfélaginu til sveitafélaga, þær eru bara miklu meiri og ég ekkert að vælunda því, en þetta hins vegar bara staða og við þurfum að vinna út frá því, en varðandi tekjur af lóðasölu, við höfum gætt þess og það bara fjármálulegt atriði að verja það að þær séu þá nýttar í uppbygginguna, þannig að við getum þá haldið þjónustustíðinu eins og við viljum hafa það, en ég skil sjónarmiðið og við höfum til dæmis í okkar fjármálum verið að leggja, ég hef talað svolítið það sem við köllum grunnrekstur, það í rauninni bara þessar almennu skattekjur og síðan þá kostnaðurinn á móti, hvernig parast þetta saman. Við höfum verið í markvissum aðgerðum til að styrkja hann, einmitt til þess að vera ekki útsett fyrir þessu sem að þá fólk að nefna, eru sveitafélögin bara að lifa á lóðasölu. Það má ekkert vera og við erum ekki í því, en við hins vegar segjum tekjur af lóðasölu eru mikilvægar fyrir samfélagi vegna þess að það kostnaðarsamt að veita góða þjónustu í nýju hverfi. Hlaðvarpið í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur
fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. En hvernig þá, sko, ég hef líka velt þessu fyrir mér út frá bara reikniformúlunni, sko, og þetta kannski skrítið, það erfitt að svara svona alltaf, en ég hef alveg pælt í þessu, því að ég hef verið að hugsa, sko, ef allir út með einhverja lóð á fjölbýli og segjum svo arkitekt sem að teikna þetta upp og það bara að fá einhver til að byggja þetta upp. Við getum selt þetta eitthvað aðeins ódýrara en við fengjum þá útsvarstekjunar inn. Ég ekkert þetta réttlætt undir þeim formerkjum, sérstaklega ef að hægt allir að víkka sjóndeildarhringinn í því hversu vítt þetta að byggja. Jú, ég meina þú og ég geti í rauninni bara tekið lifandi dæmi sem þannig og þá ef við horfum bara á leikskólamál sem eru mikið í umræðunni að frá árinu 2019 hefur börnum á leikskólaaldri í Garðabæ fjölgað meir en 50%. Þetta svakaleg aukning. Við höfum einfallega bara sett undir okkur hausinn, við höfum byggt viðbótar húsnæði, fleiri leikskóla, við höfum farið í breytingar á leikskóla fyrirkomulagin okkar eins og fleiri sveitafélög hafa gert, passa svolítið upp á sveigjanleika sem dæmi. En staðan sú eftir allan þennan tíma að þetta eru 6 ár, þetta kannski ekki langur tími, við erum að taka á móti miklu fleiri börnum og það kostar og við erum að taka börnin ung inn í leikskóla, erum mjög fjarri höfuborgin í því hvernig þetta vinst hjá okkur svo dæmi sér tekið, erum eftir því sem ég best veit það sveitafélag á höfuborgarsvæðinu sem tekur inn yngstu börnin og þetta kostar, útsvarið fer í þetta, útsvarið hjá nýja fólkinu fer í þetta líka, þannig að en við höfum haft metnað og því að ég nefni leikskólamálin svolítið ásettur á því. Ég alveg sannfærður það að ef einhver myndi á hlutlegan hátt svona horfa á leikskólaþjónustu almennt, hvaða parametrar þurfa að vera í lagi, börnin þurfa að koma snemma inn, það má ekki vera mikil fáliðun og svo framvegis, það þarf að vera gott faglegt starf. Ég veit það að Garðabær myndi koma út með glimrandi hætti í ykkurum svona samanburði. Þannig að þessar reglubundnu tekjur, skatttekjurnar, þær fara líka í þetta og þetta getum við Garðbæingar allavega sagt. Okkur að fjölga meira en flestum. Við erum að taka við hópi sem ásaki orðbræði, frekar dýr fyrir sveitafélög. Nú ég komin á hálan ís farin að tala börnin sem einhvers konar kostnað. En staðan þannig Þjónustan væntanlega kostuð ef að börnin að njóta hennar. Já, og þá það þannig, ég meina í Garðabæ eru 7,5% íbúana leikskólabörn, eða semst á aldrinu 0-5 ára. Landsmeðaltalið 6% og munurinn í rauninni kostnaður, leikskólar eru mikið niðurgreiddir af sveitafélögum, þannig að við erum auðvitað stolt af því að hafa tekið við öllum þessum nýjum börnum. Reykjavík, Kópavogur, Hafnarfjörður, þegar þú skoðar sömu statistík, það miklu rólegur það ekki að fjölga leikskólabörnum hjá þeim eins og okkur. En okkur tekst að gera þetta, við erum gríðarlega ánægð með það og auðvitað fara skatttekjurnar einhverju leyti í þetta, að minnstakosti í sveitafélagi eins og okkar sem að byggjast upp. Hefur þetta verið auðvelt? Nei, þetta verið ekki verið auðvelt. Hefur þetta alltaf gengið vel? Nei, við höfum einmitt lent í því að þurfa að taka beygjur, laga módelið okkar. Það svolítið í tísku að tala ég ætti sem sagt að tala Garðabæjar módelið. Já, ég var einmitt að spyrja það, þetta núna að tala Kópavog, þetta einhvern veginn á flegi ferð, að tala Kópavogs módelið, að tala Reykjavík módelið, ég skil eiginlega ekkert að þessu, þau segja einhvern veginn að sé blæbrigða munur á þessu, en hvað eru þið að gera sem frábrugðið því sem öðrum sveitafélögum? Já, það sem við erum að gera, ef við byrjum bara á því að þá höfum við nú haft þá reglu að hafa leikskólan eins mikið opna á hægt það til dæmis ekki lokað á sumrin. Við fórum samt í það að það eru 3 dagar núna sem lokað í leikskólum á ári og það bara gert til þess að para þessi styttingarmál í rauninni, það við þurftum að skerða þjónustuna til þess að láta það ganga saman. Það sem við breyttum aðalega var að við óskuðum eftir því við foreldra að við myndum setja hámark á 40 tíma vistun á viku. En leikskólarnir eru opnir lengur. Leikskólarnir eru opnir í 42,5 tíma á viku, en við segjum við foreldrana, við ætlum að miða við 40 tíma sem hámark til þess að reyna að nýta útgerðina eins vel og hægt Umræðin í Reykjavík auðvitað rétt að því leyti að það misvægi í dvalartíma barnanna og viðveru starfsfólksins. Við þurfum að bæta við til þess að halda úti meiri þjónustu heldur en styttingin í rauninni leyfir, svona í einfaldari mynd.
Og við leysum þetta þá annars vegar svona, það var stór ákvörðun fyrir Garðbæinga að gera þetta svona. Það er ekki okkar eðli að segja, við ætlum bara að takmarka þjónustuna hérna við 40 tíma. Ég stend við að þetta hafi verið mjög góð ákvörðun, en síðan að öðru leyti höfum við kannski farið aðeins aðra leiðir heldur en aðrir. Við erum með meiri sveigjanleika í okkar mótili, við viljum að við lögum okkur að tilveru fólksins, sem þýðir að við getum haft fjölskyldu þar sem mamma keyrir og sækir í einni viku, og hennar tempó í vinnunni er öðruvísi en pappi keyrir og sækir í næstu viku, og við segjum við fólki, þið aðlagið ykkur að þessu, við viljum að börnin dvelji eftir sveigjanleika sem hentar ykkur. Við göngum miklu lengra í þessu mér vitanlega heldur en önnur sveitafélög. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Svo auðvitað breyttum við gjaldskráni eins og flestir aðrir, við gerðum það reyndar aðeins öðruvísi, það er mikill hvati allstaðar, ég þekki ekki alveg þessar nýju tillögur í Reykjavík, en í Kópavogi og fleiri stöðum, Hafnarfirði, þá vitum við að gjaldskráin hækkar svona frekar bratt eftir því sem að dvalartími barnanna er lengri. Við gerum þetta svona líka, en við höfum ákveðið að það sé skynsamlegt að rukka fyrir leikskólaþjónustu jafnvel þó að það sé í færri tíma. Þannig að það er hvergi þannig að leikskólaþjónusta sé gjaldfrjáls í Garðabæ. Mér sjálfum finnst þetta skipta máli, mér skipta máli að við rukkum fyrir svona þjónustu. Þetta er ekki skylduverkefni formlega séð, þó að samfélagið krefji okkur það að vinna þetta. Og ég held að sé gott samhengi við íbúana að rukka fyrir þetta. Þetta er ekki stóra fjárhæðir, en þetta eru skilaboð. Við erum að veita ykkur gæði og við skulum vera sammála það að fólk greiði svona eitthvað sanngjarnt fyrir það. En að öðru leyti að gjaldskráin okkar byggð upp eins og hinna að við erum að reyna að hvetja fjölskyldurnar til þess að svona minnka dvalartíman eins mikið og hægt er. Og fyrir því eru nú líka bara mjög góð fagleg rök, ef við horfum á uppeldislega, samvera fjölskyldunar og allt þetta. En við hins vegar í Garðabæ gerum okkur grein fyrir því að þetta verður að virka fyrir venjulegt fólk. Og það er það sem ég er ánægðastur með, að við gerðum þessar breytingar fyrir það bil 2 árum og erum auðvitað búin að kanna hug fólks til breytingana. Það kemur bara ljómandi vel út. Og þá verði nú sem er kannski undarlegt að segja, það var ágætis samstæð þetta hjá okkur. Þetta varð ekki að pólitísku bitbeini á milli stjórnmálaflokka. Og það er nú hluti af því að vera í oddvitasætinu sem ég er í að þú verður auðvitað líka og það er svolítið áhugavert að hlusta á eftirmælum Davíð Oddsson í þessu af því að í nútímanum tölum við svolítið hann sem svona svolítið harðan gæja sem að sveifst einskis en svo eru ótal dæmi það sem að sást að hann var kannski bara svolítið góður í að miðla málum þegar það átti við. Og svona stór verkefni verða að vera samfélagsleg. Það verður að ríkja eins mikil sátt þau og hægt er, en við verðum samt að þora að taka erfiðar ákvarðanir til þess að kerfið virki. Og það er það sem ég er ánægðist með hjá okkur. Þetta gengur mjög vel, íbúarnir eru mjög ánægðir og auðvitað leikskólastarfið er í blóma og börnin koma snemma inn. Já, það er allt í gangi í Garðabæ, maður. Herðu, við ætlum að setja punktinn hér fyrir aftan. Almar, takk kærlega fyrir að koma. Þangað til næst. Takk fyrir mig.